Við í að norðan ætlum að vera með svona aðventu þema í þáttunum okkar fram á jólum þar sem við fáum hagnýtt ráð varðandi jólaundirbúninginn og hvernig þetta gera hann sem ánægjulegastan. Og nú komið að laufabrauðsgerðinni sem nú órjúfanlegur þáttur í jólahaldinu hjá mörgum og ég hef fengið til mín 2 sérfræðinga í laufabrauðsgerð. Það eru Hólmfríður og María sælar og það alltaf svona að kenna mér aðeins að skera út með gamla laginu, með vasanhníf. Hvað segið þið? Eru þið búin að skera út laufabrauð lengi? Síðan ég man eftir mér. Já. Já. Og alltaf með vasanhníf? Já. Já, það komið járn svona líka með. Já, núna? Já. Heyri, nú erum við með hérna laufabrauðsköku. Tóma, hver galdurinn við þér? Hvað á ég að gera til þess að... Ef þú ætlar að hugsa þér eitthvað munstur. Já. Segðu mér langar til þess að gera jólatrí. Það mjög flott munstur, eða ekki? Byrjarðu kannski á bara stofninum. Já. Og þú brýtur þetta svona saman. Já. Og hallaði svolítið hérna svona til þess að náið saman. Já. Já. Svo sker ég svona rákir í það. Já. Hvað finnst ykkur svona skemmtilegast við að skera út laufabrauð svona með þessum hætti? Þetta, áður var þetta algjör sko hátíðisdagur. Þá kátum öll mannanna bók og frá afskekktum bæ. Hvernig heldur þetta sé mér? Þetta flott. Er það? Já. Lítur þetta vel út? Já. Okay. Svo máttu kannski bretta þig bara upp núna. Já. Þá byrjar ég hérna megin og tekur fyrstu. Já, svo brettir maður það svona yfir. Til eyrna af indælum Heyri, nú held ég fyrir svona aðstoð. Nú er ég búinn að gera hérna stofninn. Nú vantar maður að fara að gera greinarnar. Já. Já, ég það ekki einhvern veginn að líta þetta einhvern veginn svona. Hvað er það? Svona eitthvað. En já, í steikingunni sjálfri, hvað skiptir máli þar? Það fyrir að steikja laufabrauðið. Já, fítunni bara. Fítunni og svona mátulega eitt þá. Og svo skal það setja þannig að laufin snúa niður. Já. Í pottinum, fyrst og svo henni snúið. Af hverju þurfa það að snúa niður fyrst? Þau brettast síður upp. Það er svoleiðis. Heyri, nú held ég að ég sé að klúra þessu. Þetta nægir ekki alveg niður. Já. Ég hef ekki gert þetta nógu langt. Langar línur. Já. Sko, nú hefur maður stundum séð að það gerður einhverja svona stungið í það svona aðeins. Svo er pikkaðar. Pikkaðar? Já, til þess að... En þau svo ekki bólur. Svona eins og blöðrur eða kúlur eða... Já, virkar það? Það pikkaðar svona? Það munar miklu. Já. Og hvað maður að hafa kökurnar lengi onni? Það er ekki mjög lengi. Ekki? Nei. Það fyrir eftir hvort maður vilji hafa dökkt brauð eða... Það eftir því hvað maður vill hafa dökkt, já. Já. Já, þetta svona smekksatriði kannski. Já. Eins og margt annað í þessu. Þetta er svo sem ekki merkileg kaka til að vera kvikmynd eða það. Þessi er reyndar rosalega flott. Sjá hvernig mig gengur. Já. Það er Þú ert þá að byrja. Það er einhver byrjandi að bragða þessari. Er það ekki? Það er svolítið... Það er svo flott. Er það ekki bara eðlilegt? Maður verður náttúrulega að byrja einhvers staðar. En skerið þið aldrei út með, bara með hjólum? Jú. Ég get ekki sagt að ég hef skorið út með hjóli. Nei. Það er svo mikið fljótlegra. Já. Það er fljótlegra. Ég hef nú gert það nokkur sinnum og það tók styttri tíma en þetta sem ég er að gera núna. Já. En kannski er maður ekkert að flýta sér, kannski er þetta bara spurning um að njóta, er það ekki? Já. Ég held að það hefði mikið verið hérna í gamla daga. Fólki kom saman og þetta var bara stund, friðarstund.
Ég fæ nú ekki laufabrauðsverðlaunin þetta árið fyrir þessa köku. Það verður ekki fyrir næst. Kannski fæ ég verðlaun fyrir bjartasta vonin. Já. Mögulega. Já. Hvað skerið þið í margar kökur eins og núna þetta árið? Ég reikna með 60. Já, 76. 76 og 60? Já. Með hvað ég var lengi að þessari einu, þá er ég einhverja daga að gera 76 kökur. Það er alveg ljóst. Hvað segið þið um þetta svona? Já, fyrsta verk. Já, já. Þetta er ekki bara fínt. Eins og ég segi, hún er bara verið heldur þurr. Það er greinilega. Já, hún er þurr. Þetta er svona ytri aðstæður sem er aðeins að skemma fyrir mig kannski. Ég held að við séum bara... Það er gott hjá okkar. Orðin dálítið góð. Já, stjarnan þín er svolítið flottari. Heyrðu, María og Hólmfríður, takk kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Sömuleiðis. Og ég held við kveðjum bara hérna frá Minjasafninu. Takk fyrir áhorfið í kvöld. Verið sæl.